Jæja, góðan daginn og velkomin. Sunna Mjöll heiti ég og sit í markasteymi Gullleggsins í ár. Og þegar við í markasteyminu hófum störf tókum við eftir mjög ójöfnu kynjahlutfalli fyrir keppnum og var það kveikjan að þessu nýsköpunarhátíð hér í dag. 2000 hugmyndir hafa borist í keppnina frá upphafi og keppnin í ár er 9. í röðinni. Og okkar markmið hér í dag er að hvetja frumkvöðla úr öllum hornum samfélagsins til að láta til skara skríða og sjá að hindranirnar í veginum eru ekki til staðar ef viljinn er þeim mun sterkari. Ég vil benda ykkur á að ef spurninga vakna eða þið viljið taka þátt í umræðum dagsins, hvort sem þið sitið heima eða hér í salnum, að nýta ykkur Twitter og hashtagið engar hindranir til að leggja ykkar að mörgum. Fyrir hönd Icelandic Startups, Nýherja og Stjórnvísis vil ég bjóða ykkur velkomin á þetta nýsköpunarhátíð og til að setja tóninn fyrir samkomuna vil ég bjóða Helgu Valfells, framkvæmdastjóra Nýsköpunarsjóðs, velkomin á svið. Já, takk kærlega og gaman að vera með ykkur hér í dag og gaman að sjá hvað eru margir mættir og gaman að vita til þess að Gullleggir er að fara enn einu sinni á stað. Ég hef verið þeirra forréttindanjótandi að vera dómar í Gulllegginu frá árinu 2010 og það verður sterkara og betra með hverju ári. En það olli okkur svolítið vonbrigðum í fyrra, við sem vorum í dómnefndinni, að það voru mjög einsleitir hópar að kynna. Það voru allt ungir karlmenn, mjög flott að fá unga karlmenn sem stofna fyrirtæki, að það voru engar konur sem voru að kynna í topp 10 sætunum. Og við í raun og veru skiljum þetta ekki vegna þess undir yfirskriftin engar hindranir, þá ekki þetta vera neinar hindranir fyrir konur frekar en kalla sem ætla að taka þátt í Gulllegginu. Og þegar maður horfir yfir heildina, þá veitum við það að í Evrópu og Bandaríkjunum þá eru 30% af litlum og meðalstórum fyrirtækjum með kvenstofnendur. Þá fer maður líka að hugsa, akkur ef að bara tölfræðin ræður, þetta er það stórt úttakt, þá ætti að minnsta vera 50% vegna þess að konur eru 50% af mannkynnu. Líka þegar maður horfir á þessi fyrirtæki sem eru að fá svona venture fjárfestingu eða framhaldsfjárfestingu, þessi fyrirtæki sem eru að vera hraðvaxta fyrirtæki, þá er bara innan við í Evrópu og Bandaríkjunum innan við 10% þeirra fyrirtækja sem eru konur í stofnanda teyminu. Það skilur maður heldur ekki, vegna þess að ég veit það sem fjárfestir, þegar við skoðum fyrirtæki, þá skoðum alltaf teymið og við skoðum ekki bara hvaða hæfileikar stofnendurnir í teyminu hafa, við horfum líka á fjölbreytileikan, þannig að það fólk sem er mismunandi menntun, mismunandi kyn, mismunandi sýn og þannig maður myndi ímynda sér að 100% af stofnendateymum ættu vera af báðum kynjum, en það er ekki. Þannig að maður skilur þetta ekki, sérstaklega þegar maður horfir yfir það á Íslandi er mjög gott að vera kona. Það er auðvelt að stofna fyrirtæki sem kona. Það er frábær af því að í mörgum öðrum löndum að tala við kvenfrumkvöðla þar, þá eru þær að velta sér upp úr sér hlutum eins og barnapössun, leikskólum. Ég meina þetta er bara gamaldags og fáránlega hugsunarháttur fyrir okkur. Flestir stofna fyrirtæki svona á milli 30 og 45. Á þessum aldri er fólk oft með lítið börn og þetta á ekki að vera neitt vandamál. Þannig að við erum eitt af því besta sem við höfum hérna heima er það að við erum með mjög gott leikskólakerfi, skólaplás, fæðingarorlof, þannig að þetta á ekki að vera vandamál eins og virðist vera í sumum löndum og manni finnst maður að vera að tala við fólk sem er að stofna fyrirtæki 1952 eða eitthvað svoleiðis. Og þannig að það er gott að vera kona á Íslandi, það er auðvelt að stofna fyrirtæki á Íslandi, af hverju er ekki fleiri konur að stofna fyrirtæki? Þá horfir maður til þess og hugsa, er það eitthvað í umhverfinu? Er eitthvað í umhverfinu sem hindra það að konur, og þá er ég að tala um nýsköpunar umhverfinu, sem hindra það að konur stofni fyrirtæki. Og þegar fólk horfir til þess, þá hugsa maður umhverfi, það eru kannski það eru fyrirmyndir, eru mikilvægur hlutur í umhverfinu, hvernig fjárfestar, er til nóg fjármagn, er verið að fjárfesta í konum, er þetta fjárfestunum að kenna, er þetta menntun að kenna, eru konum með minni menntun eitthvað slíkt, eða er þetta sjálfum, eða þurfum við að líta í eigin barm. Og ef maður horfir til dæmis út frá því út frá fyrirmyndum, þá eru miklu fleiri fyrirmyndur af köllum sem hafa stofnað fyrirtæki, hagnast á þeim og fara svo að fjárfesta aftur. Maður horfir á fyrirtæki eins og Klara og Datamarket og
þar sem að frumkvöldin hafst, og það eru allt kallar sem stofnuðu þessu fyrirtæki, þeir var náðu að hagnast á þeim. Það vantar ennþá kannski þessa kvenfyrirmynd, einhver kona sem hefur stofnað fyrirtæki og hagnast á því. Það var náttúrulega verið konur frábærar fyrirmyndir svo Guðbjörg Edda sem var lykilmanneskja í Actavis og þeirri velgengni af því fyrirtæki og hefur hagnast vel á því, og það er líka gaman að segja frá því að Guðbjörg Edda er að fjárfesti í öðrum fyrirtækjum, stofnað af konum og körlum og kemur mjög virk inn í þau fyrirtæki. Svo eru líka fyrirmyndir eins og Áslaug Magnúsdóttir sem stofnaði Moto Operandi, einn flottasta vefsíða fyrir tískuhönnun í heiminum, og fekk $39 milljónir. Það er ekki margir íslenskir frumkvöðlar sem hafa fengið jafnmikla fjármögnun. Hún er mjög flott fyrirmynd, kona sem hugsa stórt og er núna með annað fyrirtæki sem heitir Tingu Taylor og er að fara inn á mjög kvenlægan markað og skilur hann kannski betur heldur en margir kallar. Og svo er það náttúrulega eins og Helga Vogi og Vilborg í Mentor og Cecily og bara fullt af konum sem hafa reynslu og þekkingu og eru góða fyrirmyndir fyrir okkur allar sem viljum byggja upp nýsköpunargerð. Þannig það eru ekki fyrirmyndirnar. Þá hugsa maður, eru það fjárfestarnir? Nú stend ég og ég man þegar ég byrjaði á nýsköpunarsjóði atvinnulífsins í fyrsta atvinnuviðtalinu sem ég fór í, þá sagt, þú veist að þetta eru allt miðaldra karlmenn. Ertu tilbúin í þann heim? Og ég þekkti reyndar kollega mína hjá nýsköpunarsjóð sem voru þá allir miðaldra karlmenn ágætlega og fannst það bara góði kallar og þú veist líka bara fínt, það var bara gott að vera kona og ég hef gert mig farin það hjá nýsköpunarsjóð, við erum 3 konur og 3 kallar, þannig að við erum mjög bland öll með mismunandi bakgrunn sem tökum fjárfestingarákvarðanir. Þannig að þá ekki að vera eitthvað gender bias í fjárfestingarákvarðanum og eins og ég á frumtæki, það er það kona og kall sem taka fjárfestingarákvarðanir og ég veit að í hinu sjóðunum SA Framtak og Eyri þá er allavega ein kona í fjárfestingaráðinu og meðal annars Guðbjörg Edda held ég hjá SA Framtak sem er held ég mjög flott manneskja að hafa með. Þannig að það eru þetta er rýnt frá báðum sjónarmiðum og báðum kynjasjónarmiðum. Þannig að kannski er það ekki fjárfestarnir af því að maður, eins og við fórum til Kísildals í haust og hittum þar 14 fjárfestingarsjóði og það var svolítið gaman að segja frá því að við komum þannig 3 konur frá nýsköpunarsjóði og á þessum 14 fjárfestingarsjóðum þá hittum við ekki einustu konu á fundi og það er þannig að ég held að Ísland að þessu leyti til standi mjög framarlega og þeir ræddu þetta alveg kallarnir í Kísildal að þetta er vandamál og það er verið að ráða fleiri konur og litla systir Mark Zuckerberg var ráðin til Klein Perkins og eitthvað svoleiðis sko, þannig að þetta er alltaf að koma en tekur smá tíma þannig að konur eiga sama séns af fjárfestum eins og kallar telji hérna á Íslandi þannig að þetta er ekki engar hindranir í fyrirmyndunum, engar hindranir í fjárfestingarumhverfinu, er þetta menntunin. Nú ef maður horfir á það er 74% þeirra til þess í Háskóla Íslands sem voru í mastersnámi voru konur. Þannig ég held að konur eru í meirihluta í háskólanámi, konur eru að sækja sér veðri í alls konar tækninámi og auðvitað getum við gert betur en það þarf ekki bara tækniþekkingu til að stofna fyrirtæki. Það þarf líka lögfræðiþekkingu, viðskiptaþekkingu, skapandi hugsun og framkvæmdagetu. Og að vera góðir að selja hluti þannig að það er ekki bara það að þú kunnir að forrita. Oft eru forritaðirnir ekki þeir sem stofna fyrirtækin. Heldur allt fólki, það þarf marga mismunandi hæfileika. Þannig að ég held að menntunin er ekki hindrun. Og þá horfum við maður bara og hugsaðar, eru við hindrunin? Eru það konur eitthvað ragar að stofna fyrirtæki? Og þá segi ég nei. Vegna þess að maður búin að hitta fullt af konum. Við látum það ekki vera hindrun. Og það mun engin breyti þessu fyrir okkur nema við sjálfar. Þannig að ég bara hvet konur að hugsa stórt, stofna fyrirtæki sem er útflutningsmarkmið, byggja upp einhverja sérstöðu, hugsa líka nógu stórt, vera til að fá fjárfestana, þá þarf líka að hugsa nógu stórt til þess að einhver fjárfesti sjái sér muni græða á fyrirtækinu. Þannig þegar maður stofnar fyrirtæki þá tekur maður ákvörðun ætla ég að hafa lítið lífstílsfyrirtæki sem getur verið arbært og þægilegt og ég ætla að vinna við alla ævi eða ætla ég að búa til stórt fyrirtæki og yfirleitt byggja það á tækni sem getur verið skalalegt, farið á alþjóðamarkað og þá fæ ég aðra fjárfesta með mér. En þá er maður að búa til Össur, Marel, CCP. Þannig að þetta er svona ákvörðun sem maður tekur, báðar ákvörðun getur verið réttar en ef maður ætlar að fara í svona venture-backed fyrirtæki, þá þarf maður að hugsa svolítið stórt og ég bara hvet bæði kalla og konur í salnum að hugsa stórt, komu góðar hugmyndir, það er fullt af góðum hugmyndir sem hafa komið upp gegnum gullleikið, við höfum haft tækifæri til að fjárfesta í eins og Remake, Meninga, Controlant, allt og Klara,
allt fyrirtæki og Kúri, allt fyrirtæki sem við kynntumst í gullleikinu. Það hefur verið mjög gaman hjá okkur og bara hvet ykkur til að hugsa stórt og ekki horfa á kyn sem einhverja hindri. Já, takk fyrir þetta, Helga. Næsta dag skráum við kynna í panel Ragnheiði H. Magnúsdóttur, framkvæmdastjóri hjá Hugsmiðjunni, Berg Finnbogason, listrænan framleiðanda hjá CCP, Sigur Arnljótsson, fjárfestingarstjóri hjá SA Framtak og Erlu Björnsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Betri Svefn sem tók þátt í gullleikinu á sínum tíma. Panelum verður svo stjórnað af Elín Rósu Líndal, viðskiptastjóri hjá Samtökum iðnaðarins sem sér hagsmunagæslu, meðal annars leikjafyrirtækja, upplýsinga og tækni iðnaðarins, gagnavers iðnaðarins og líftækni iðnaðarins. Gjörðu svo vel. Ég ætla að fá þig, Sigur, til þess að gæta hagsmuna þessa mikrofóns. Halló. Við sitjum hérna í afar skemmtilegu setti. Það er svolítið svona 8. áratugurinn yfir okkur hérna ef þið hafi ekki tekið eftir því áður, en það er árið 2016 og við erum með ákall til kvenna aukna atvinnuþátttöku í nýsköpun. Og mér langar að byrja á því bara rétt aðeins, Ragnheiður, að því veit þú kemur úr upplýsing- og tæknigeiranum. Við erum í meiri iðnbyltingu, eins og fólk segir. 60% störfum barna okkar eru óþekkt. Menn og konur eru að spá fyrir það að við munum prenta byggingar með 3D. Öll helstu störf sem við þekkjum í dag eru í raun og veru svolítið, við vitum ekki hvernig þau störf fara vegna sem mikið er að fara yfir á netið. Hvernig stendur á því? Mér finnst engar gaman að fá að spyrja þig þessu, að því að mitt álit og margra er svo að þú sért svo allra valdamesti leiðtogi landsins þegar kemur að nýsköpun og tækni, að því þú situr í tækniþróunarsjóð, skipaður ráðherra, og ert líka í tækninefnd Vísinda- og tækniráðs, formaður. Hvernig stendur á því að við sitjum hér árið 2016 með þetta ákall til kvenna og karla aukna þátttöku kvenna í þessari byltingu? Já, þegar stórt er spurt, sko. Ég veist, úttektinar Helgu alveg frábært, takk fyrir það. En það sem að svona ég sé og er svona, já, allavega ég fór að hugsa þetta svolítið þegar maður beðið að taka þátt í þessu, er að sko, jú, fyrirmyndirnar, það eru mikilvægt þessu til og vissulega er þar til. Ég myndi bara vilja að við myndum bara hafa þær oftar í sjónvarpinu og reyna að koma þeim aðeins meira á framfæri. En svo er það líka bara það að við tökum eftir því að sko, það er gott að búa í Íslandi, að verandi stelpa og stjórnandi og það er alveg fullt af stelpum stjórnendur í fyrirtækjum, sérstaklega millistjórnendur og verkefnastjórar og fleira, og þær eru að gæta hagsmuna fyrirtækja sem það starfa hjá alla daga. Og það sem ég myndi bara vilja sjá er svolítið sko að þær fengi svolítið svona sköpunarkjark og bara vippuðu sér aðeins út í sitt eigið í staðin fyrir að vera, já, bara að vinna fyrir aðra og gæta hagsmuna annara og það er bara, ég held að sé kannski pínu ótti við það að stofna fyrirtæki og það sé svo stórt. Ég held að sé algjör misskilningur og í rauninni snýst þetta kannski líka bara gögnin. Við þurfum kannski svolítið að stilla fram gögnunum, bara hvað er þetta margar konur, hvernig er hlutfallið og bara segja, hei stelpur, takkið nú þátt í þessu, þetta er nú bara rugl, hvað er að gera? Og oft er bara nóg að sjá gögnin til að bara vita, já, hei, ég ætla að taka þátt, allavega er ég svolítið þannig, ég bara, hei, þetta er ekki í lagi, nú ætla ég að fara af stað. Og þetta er svolítið það sem við þurfum að hugsa sko. Takk fyrir gott svar. Sigurður, að því að Helga talar þennan fjölbreytileika í teymum. Mér finnst það svo skemmtilegt, skemmtilegt að spá aðeins í það. Hvað þýðir það fyrir þig ef það kemur hópur karla með áhugaverða hugmynd eða hópur sem að samanstendur af karlmunum og konum, fólki af öllum kynþóttum og aldri? Náttúrulega ásýnd teyma skiptir náttúrulega mjög miklu máli og þegar það er svona fjölbreytlaði í teymi þá er það þá meiri svona líkur á árangri. Þú ert með, ef þú fær teymi sem er engin konu þá er það sko, þá er ekki jákvætt en ef þú fær teymi sem
inniheldur konu, þá það auðvitað jákvæð. Konur eins og ein tegund af fjölbreytileika innan fyrirtækja. En sama ef þetta eru bara tæknifólk, þá mjög gott að sé einhver annar líka með viðskiptaþekkingu eða eitthvað svoleiðis. En fyrst og fremst þá viljum við sjá fleiri konur inn í kjarnateimum sem að koma til okkar. En ég hef heyrti tala á mjög skemmtilegan hátt einmitt þetta hugtak þegar að góð hugmynd vaknar og þá að fara að forritana og útbúa en svo kannski ekkert svo mikið verið að spá í að markaðsetja hana eða selja hana og það ekki svo mikil hindrun oft fyrir konur. Við eins kunna það ágætlega. Já, það og það sérstaklega svona að konur hugsa kannski að fara að stofna fyrirtæki, það þurfa að vera eitthvað sérstaklega tækni með þetta, en það hellinga öðrum lykil hlutverkum innan fyrirtækja, eins og í sölu, sem skiptir miklu máli að söluteimi samanstandi af konum. Við vitum að það eru 80% af kaup ákvörðunum á neysluvörum teknar á konum. Það ef við lítum til Bandaríkjanna, þá það 65% af nýjum dekkjum sem eru keypt af konum. Og það hart. Já. Og ef við lítum á B2B sölu, þá það bara svo mikið af konum núna hjá fyrirtækjum sem eru yfirmenn eða innkaupastjórar, og það að ef svoleiðis konur mæta bara kalla söluteimum, þá það pínku neikvætt. En mér langar að gera svona stutt á könnun í salnum af því að ég gæti hagsmunagæslu leikjaframleiðenda og þeir eru náttúrulega algjört uppáhald hjá mér, strákarnir og stelpan sem ég með í hópnum. Hvað haldið þið, hvort haldið að konur eða karlmenn spili meira tölvuleiki? Ég ætla að byrja að segja, hver heldur að karlmenn spili meira tölvuleiki heldur en konur? Ok, og hver segir að konur spila meira tölvuleiki? Já, það eru meira konur. Þannig að kannski erum við ekki að fatta þetta, við þurfum að búa á líka til fyrir konur. En Erla, ótrúlega gaman að hafa því hérna. Þú ert með skemmtilegan bakgrunn, doktor í svefnmælingum, segirðu það? Svefnrannsóknum. Segðu mér eitt, fyrir þær konur sem eru frumkvöðlar og eru kannski með góða hugmynd í maganum en hugsa með sér, þetta bara ekkert nógu gott líf eða þetta ekki nógu mikið öryggi eða hvað ég að fara út í. Getur þú lýst aðeins fyrir bæði, já, körlum og konum, hvernig að vera frumkvöðl og þá kannski líka frumkvöðl með stóra fjölskyldu, þú ert svolítið af börnum, frétti ég? Já, takk. Það frábært að vera frumkvöðl og ég held að eins og Helga kom inn á hérna áðan að þá Ísland sérstaklega gott fyrir konur með stóra fjölskyldur að stofna fyrirtæki og konur og karla og að láta hugmyndir verða veruleika. Og ég held líka það að þessi kannski misskilningur að við þurfum alltaf að taka einhverja svakari áhættu eða fórna öllu öðru en við ætlum að stofna fyrirtæki, því það hægt að gera þetta líka samhliða öðru. Og ég til dæmis stofnaði fyrirtæki mitt meðan ég var í doktorsnámi. Ég átti 2 börn þarna á sama tíma og ég var bara í frábæru teymi. Ég ekki tæknimenntuð og það líka þetta, við þurfum ekki endilega að kunna allt til þess að geta stofna fyrirtæki. Ég fekk frábæra hugmynd þar sem að mín menntun nýttist mjög vel, en svo fekk ég gott teymi með mér. Ég fekk lækna með mér þar sem að annar þeirra var líka forritari. Ég held að það sé erfitt að finna forritandi lækna, en ég var svo heppin að finna þá. Og þeir hafa skilning á hlutum sem ég hef ekki skilning á og öfugt. Og ég held að það sé einmitt það sem að gerir teymi svo sterkt, að það þarf að samanstanda af ólíkum einstaklingum með ólíka þekkingu og ólíkan bakgrunn. Þannig að ég myndi segja að það engin hindrun fyrir konur, hvorki konunni að karla að bara kýla á það, láta hugmyndina sína verða veruleika, hvort sem fólk að sinna einhverju öðru á meðan eða stofna fjölskyldu eða hvað það er aldrei rétti tíminn. Þannig að rétti tíminn bara þegar þig langar að fara af stað. Mér finnst líka mjög áhugavert að heyra hvernig þú gerðir þetta út af því að þú ert að vinna á daginn í þínu verkefni og svo fyrirtækið enn sem komið svona
hliðar afurð af því og þið eru í raun og veru örugglega frumkvöðlar í þessu digital transformation að vera að kenna í raun og veru fólki betri svefn í gegnum netið. Já, algjörlega. Við settum á stað hugræna atferlismeðferð við svefnleysi á netinu og við erum starfandi hérna á Íslandi og Noregi og erum að opna í Danmörku bara núna í janúar. Þannig að við erum í raun og veru með fyrirtæki sem starfþætt í 3 löndum en erum samt sem áður öll að sinna öðrum hlutum samhliða. Þannig að auðvitað kallar þetta á vinnu á kvöldinu og helgar og annað slíkt en þegar þetta er hugmyndin þín og ástríðan þín að þá skiptir það ekki máli, þá langar þér að eyða tíma í þetta og ég held að til dæmis í þessu sem við erum að gera að þetta er klárlega framtíðin. Við þurfum að nýta tæknina á netið í miklu meira mæli innan heilbrigðiskerfisins og möguleikarnir eru endalausir. Þannig að þarna væri gaman að sjá nýjar og flottar hugmyndir koma inn. Og mér langar líka aðeins að því að Helga þú nefndi tísku áður og ég er svona aðeins smjörþef af tískunni og hérna ég var með yfirhönnu í vinnu hjá Ellu sem að sagði mér það að því hún var fjallagæt í Grænlandi og barðist við ísbirni vopnaði gæt. Og hún sagði við mig eftir mann, þú veist að það er bara miklu erfiðar að vinna í tísku heldur en að vera vopnaði gæt á Grænlandi. Og hérna ég skildi hann aldrei þangað til að ég fattaði að það er 1% success rate í tísku og kannski er það sem að við teljum soft, það er hart og öfugt. En hvernig er þetta hjá CCP? Hvernig eru konur að standa sig á CCP og CCP að standa sig að ná sér í konur? CCP stendur sér ekkert sérstaklega vel en við stöndum okkur miklu betur núna en fyrir nokkrum árum og það er svona hluta til kannski prótotið okkar sem er opaslega svona dálítið gaurlegt eða allavega svona út af við er mjög gaurlegt þótt að þegar þú kafar inn í þá er það mun meira feminin en fólk þorir að trúa en hérna síðan er þetta líka bransinn. Þessi bransi hefur verið ofboðslega kallalegur og ég kom úr arkitektúr sem er svona meira 50-50 eða nærið að vera 50-50 og var í Bandaríkjunum í 4,5 ár það sem þetta er miklu gaurlegra en nokkuð tíma hér en ég held að það er breyting að gerast og við finnum það rosalega mikið og við finnum það opaslega mikið núna þegar við erum byrjað að ganga miklu meira inn í háskólana miklu fleiri stelpur eins og komið inn á áðan sem eru að fara inn í tölvufræðinám og eru að fara inn í alls konar nám sem að leiða af sér kannski fólk sem passar inn í þennan geira en það sem við rekja okkur dálítið á er það að við þurfum dálítið mikið að sækja stelpur og stelpur eru ekki að sækja mikið hjá okkur. Ég veit ekki hvort það sé, við erum pínu sveittir nördar en í alvörinni þegar við kemur í heimsókn CCP þá eru dálítið en hérna, já, nákvæmlega þetta er pínu intimidating en það eru breytingar á og við höfum verið reynt að ganga meira inn í háskólan og tala meira við fólk og það hefur sýnt sig að þegar við höfum verið að leita í meiri junior stöður og svo leiðist þá höfum við fengið miklu fyrir umsóknir en ég tel ábúðslega mikilvægt að fá þennan vinkil inn í hennan bransa og ég meina bara nákvæmlega eins og þið eru búin að tala þessi fjölbreytileiki er svo brjálæðislega mikilvægur og þannig að já, ég held að bara ekki vera hrætt að sækja komið í vinnu til mín. En hérna, já, mér er svo gaman að tala leikjaframleiðendur, ég ætla að fara svo að tala gagnaverin og líftækninu eftir, en málið er að við nefnilega vorum með stefnumótun í byrjun ársins og Hilma Veigar frá CCP og allir hópurum minn og stelpan vorum hana 1 sólarhring í Hveragerði í stefnumótun og ég vil bara árétta það að þessi stelpa sem stofnaði þetta brjálæðislega flotta fyrirtæki er mikil kvennorka og ótrúlega flottur business leiðtogi. En sem sagt við vorum með sérfræðing okkar hjá samtökum iðnaðarins, Davíð Lúðvíks, til að hjálpa okkur með stefnumótun sem er náttúrulega einstakur á sínu sviði og svo vorum við með Viktoríu Jensdóttur sem mér finnst frábær og hún stóð þarna í allri sinni kvennorku og lét okkur gera hluti sem að fyrst þegar hún kom ég sagði, shit, þetta bara passar ekki í þennan hóp. Við áttum að segja fyndna hluti hverja aðra, við áttum að gera margt sem að, engum í þessum hóp hefði dottið í hug og það var þar sem við tengdumst og fórum út fyrir ramman og það er það kannski sem að gerir hópana svo skemmtilega og Ragnheiður, ég hef heyrt að stundum heyrist bara í hugsmiðunni og þér bara, Ragnheiður, okkur vantar stelpu.
Jú, það er alveg þannig. Ég held að sé nefnilega einmitt, ég held að fólk sé sammála það í dag að það náttúrulega langt best bara að hafa þessa blöndun, þú veist, að hafa ekki bara stelputeimi eða bara strákateimi. Það alltaf best þegar við fáum öll sjónarmiðin fram og ég meina strákarnir niður frá hjá mér voru svolítið svona, þú veist, kannski pínu sveittari áður en að stelpurnar fóru að birtast en þeir voru til í þetta sko, þeim fannst þetta bara, heyrðu, hvenær fáum við næst, við þurfum fleiri stelpuforritara, er það ekki að fara að gerast? Og ég svona persónulega tekið þetta mjög mikið til mín og mjög mikið virkur þáttakandi í að láta verða utímessuna verða til og fleira bara til að reyna að fá stelpu inn í teimi sko. Þannig að þú veist, ég held líka bara, við þurfum aðeins að, mér langar svo að tala sköpunarkjark. Þú veist, við erum öll skapandi að einhverju leyti og sumir vilja meina að þessu bara alls ekki skapandi en ef þú ert með eldmóð í því að langa að breyta hlutum, þú veist, að þú vilt breyta einhverju að þá ertu skapandi, þá ertu bara, heyrðu, þetta er ekki í lagi, nú þurfum ég bara að ráðast að það og hvernig ætla ég að gera það, þá ertu bara byrjar að vera skapandi og þetta, þú veist, getur orðið hugmynda fyrirtæki, þetta getur orðið hugmynda því að búa til ráðstefnu, það getur orðið hugmynda hverju sem er og mér finnst bara einhvern veginn, við þurfum bara að virka þennan sköpunarkjark sem er í okkur öllum og bara mjög mikilvægt. Og kannski aðeins Sigurður, mér finnst sagan þín ótrúlega skemmtileg. Þú varst þáttakandi í Ós sem að við mörg okkar sé Ós myndina. Varst þú ekki tengdur eitthvað Ós? CCP. Að því það er það sem ég ætla að tala tengt Ós, það urðu þarna ykkur 20 fyrirtæki í, til í kringum Ós og svo kemur þú inn í CCP. Hvernig, ef við tölum bara aðeins þú veist, hindranir og við veltum því aðeins upp fyrir okkur, gæti verið hindrun fyrir konur að mistakast? Gæti það verið ein af hindrunum, að við viljum standa okkur rosalega vel og segðu okkur aðeins hvaða þýðir fyrir þig sem í þinni stöðu ef að það kemur til þín manneskja sem hefur reynslu, jafnvel reynslu mistök. Þessi verri. Já, leiðrétta það er ég var hjá CCP en ekki Ós en það er hins vegar mjög mikið af fyrirtækjum sem að spunnist nú úr CCP heimitt. Þó svo að má segja að margir starfsmenn hafi komið frá Ós í CCP. En já, það er náttúrulega það sem við bara horfum alltaf á er bara reynslu á teimi, hvort að fólk hafi mistekist eða ekki. Ef fólk er að koma með aukna reynslu, hvernig sem það hefur fengið hana, þá það eykur bara að trúverðuleika á teiminu. Og það eykur líka líkunar því að það muni svona verkefnið muni heppnast. En mér langaði nefnilega aðeins að spá eitt stutt, Ragnheiður, spurning til þín að því við spáum aðeins í fyrirmyndir og við spáum aðeins í hvernig sjáum við fyrir okkur, þú veist að því við höfum aðeins talað svona sveita forritara hér sem að mér finnst nú ekki svolítið leiðilega að vera að tala forritara nokkuð, þeir eru ekkit endilega sveittir en hvað gerðist í seinni heimsstyrjöldinni bara í Vogue þegar heill iðnaður var að ná sér í starfsfólk, viltu segja okkur það? Ég held að þú sért að vísi það að konur voru hinnir fyrstu forritarar og var auglýst eftir þeim í Vogue því að þær voru svo góðar í að forrita. En líka bara, mér langar aðeins tala hvað gerðist þarna 1984-5. Þá nefnilega alveg fram að þeim tíma voru konur alveg jafn mikið að forrita eins og kallara því að við erum að tala forritara enn og aftur en þá einmitt var til þessi ímynd af strákum, ungum strákum með þykkbotna glerugu, nördalegin með girtir alveg langt upp undir axlir og og það loksins er sexy núna 2016 en sú fyrirmynd eða sú hugmynd að fólki að forrita er ennþá til kollunum á fólki.
er hægt að breytast og ég myndi segja sko hinn venjulegi forritar í dag liti meira út eins og hann heldur en einhverjir aðrir, þú veist, ég meina þú ert ekkert eitthvað þessi nördalega típa sem við erum allir með í kollinum. Já, ok, en allavega þá það bara þannig að sko við þurfum aðeins að breyta því, ég meina það bara leikskólakrakkar og krakkar grunnskóla alveg bara nei, forritur, það ekki gaman, þú veist, og einhvers staðar frá fá þessa ímynd í kollin. Og það sem við erum að gera sem forritar bara að leysa verkefni og konur eru bara drullu góðar í að leysa verkefni, sko. Það bara þannig. Og en svo það auðvitað líka þannig, við erum auðvitað ekkert bara að tala um forritara, við erum bara að tala um öll þessi, við þurfum svo mörg önnur hlutverk og líka í upplýsingatækninni. Upplýsingatækninni er risastór bransi og að stækka og stækka, 20% vöxtur hér heima og víða annars staðar og það ekkert lát á því. Og það bara fáránlegt að stelpur og bara allir sér ekki að taka þátt í þessu saman. En gott að minnast á það því ég er búin að vera núna að bíða eftir að tala við ykkur gagnaversiðnaðinn. Stelpur, hvað margir hérna inni sem hafa áhuga á gagnaversiðnaðinum? Frábært. Af því þar, já, það skal ég nefnilega segja ykkur, þar sit ég svolítið ein með fullt af ótrúlega flottum leiðtogum, engum stelpum. Gagnaversiðnaðurinn forsenda fyrir þeim umbyltingum, þeirri iðnbyltingu sem á sér stað í dag, þar sem allt að verða tengt gögnum og við þurfum gagnaver til þess að vista gögnin og það bara heil fyrirtæki sem sprett út fyrir því og vitið hvað, Ísland eitt af 7 held ég helstu staðarvölum í heiminum fyrir gagnaver. Þannig að þegar bara eftir þennan fundi ef ég á að segja ykkur allt um bandvít, fasta starfsstöðvar, fullt af hryllilega spennandi hlutum sem við bara verðum að fara að marsera að og inn við konur. En það eru náttúrulega miklu fleiri iðnaðir, það eru framleiðslu iðnaður, það er alls konar það er alls konar hlutir sem maður vantar að finna lausni við. Hvernig datt ykkur þetta í hug? Verður maður, ef þið langar að stofna fyrirtæki, verður þá bara að vera með skothelda hugmynd eða getur þú farið bara inn í mjólkursamsöluna og sagt bara, heyrðu, eru þið með einhverja afurð og lausum, má ég fara í nýsköpun og getur við ekki bara nýtt okkur R&D og fara að búa til fyrirtæki? Ég held að sé oft þannig að þetta eitthvað sem við rekum okkur á í daglegu lífi. Þetta einhverja hindranir sem við sjáum. Í mínu tilviki var það þannig, ég var starfandi sem sálfræðingur, ég var að hjálpa fólki sem svaf illa. Það voru 3 mánaða biðlistar hjá mér, rándýrt að koma til mín, það var enginn með sömu þekkingu annars staðar á landinu og svo framvegis. Þannig ég sá bara gríðarlega þörf og eitthvað sem við getum gert og ég hugsaði að þú veist, hvað gerir fólk þegar sefur illa? Það fer og googlar. Hvað ég gerir við sef illa. Þannig erum við komið með fyrstu snertingunum við netið, þannig að það var svona, já ok, við erum með fjarnám, fjarþjálfun, allt þetta, af hverju ekki fjarmeðferð, þannig að það var svolítið svona kveikjan að þessu. En svo held ég þetta verði svona svolítið spírall þegar maður byrjar að búa til hugmyndir og næra framkvæma þær, að það er eitthvað ólýsanlegt sem gerist og þá kvikna nýjar hugmyndir og maður langar að gera eitthvað meira og þetta er orðið svona eins og áhugamál. Ég segi oft sko þegar við hjónin sittum saman og fáum okkur yfir rauðinsglasi að þá erum við að tala um hugmyndir og hvað getum við gert og hvað getum við búið til næst og einhverja sköpun og það getur verið eitthvað allt annað. Þannig að leiðir svo margt gott einhvern veginn af sér. Maður fer að hugsa, ef einhver hefði spurt mig fyrir 5 árum hvort ég frumkvöðull, ég hefði aldrei sagt já því það var ekkert á dagskráni hjá mér. Svo er þetta bara ótrúlega gaman. Hlutinir eru líka oft bara settur upp á flókin hátt og við náum ekkert alveg að tengja eins og þegar kemur að líftækniðinanum. Eru margar konur vel að sér líftækniðinaninni? Já, en hvað eru margar sem nota orf, krem og krem frá Bláulóninu? Það er líftækni. Þetta er líftækniðinnar. Spáið það, mjög relevant fyrir okkur. En varðandi CCP. Segðu okkur aðeins að því við erum búin að tala um tækni og nýjungar og okkur svona. Nú erum við bara að sjá hellingur af alþjóðlegum umfjöllunum CCP. Þið eru ekki bara með EVE Online leikinn ykkar, búin að vera með byltingu þar og Ísland á kortinu fyrir að vera með fyrirtæki og heimsmæli hvarða. Heldur eru þið núna að verða leiðandi í virtual reality og sýndaveruleika og það er ótrúlega áhugavert að sjá hana metna hjá ykkur að þið eru ekki bara með einn brjálæðislega góðan leik, heldur verið ný tækni til og þið ætli bara að vera að taka þá tækni líka. Hvað þýðir þetta fyrir okkur almenning í salnum eftir 5 ár? Hvað verðum við bara heima í stofu og öll bara með tækin á að hittast þar?
Þetta er brjálasta spennandi tímar og það leikjaiðnaðurinn það er gífurleg bylting að gerast í leikjaiðnaðinum og þetta virtual reality er bara einn smá hluti af því. Það er raunverulega kannski sem er miklu stærra og miklu merkilegra eru þessar leikjavélar sem eru að koma út, sem eru gífurlega einfalt að nota og eins og Unreal og Unity sem að ég trú að verði eftir á svona næstu 5 árum þá munu þær taka við af forritum eins og Word og Excel, eða kannski ekki Excel, allavega Word og ég trúi því að þú veist, nú erum við byrjað að sjá forritun kennda í grunnskólu meira og þessa skapandi hugsun meira að koma inn fyrr hjá krökkum og út af eins og Unreal og Unity og þú veist, og þessu VR-dóti þá erum við að sjá miklu fleiri stelpur koma inn með ný fyrirtæki. Við erum að sjá, þú veist, í Danmörku eru brjálæðislega spennandi verkefni, þú veist, mikið í kringum game jams og svoleiðis sem er mjög mikið keyrt af stelpum og mikið af stelpum taka þátt. Þannig að ég held að það sé, sko, ég held að við séum alveg á mörkunum að þessi hindrun eða þessi svona kynjahlutföll sé svona röngu. Ég hef fulla trú að þetta sé að breytast. Já, nú erum við komin eitthvað allt annað en hérna. Þetta er rosalega áhugavert og líka út af því að leiðtogar þessara helstu greina. Ég meina, Hilma Veiga, formaður IKI, það er á stefnuskrá IKI að fá fleiri konur inn. Sut, þú ert þar, hérna leiðtogi Ragnheiður, það er eitt af helstu stefnumálunum ykkar, þannig að nú er þetta ákalla á sér stað, þannig að nú er þetta bara hvað ætlum við konur að gera. Og hérna það væri kannski ótrúlega áhugavert að því við erum komin á þann tíma að fá spurningar úr sal ef að það væri einhver með skemmtilega spurningu fyrir hópinn. Já, nær það á ég að koma til hérna, nær það, já. Já, er það ekki? Já, svo annars hringjur bara í okkur. Segið þér þetta allt aftur. Já. Er einhverju fleiri með spurningu úr sal? Já. Já. Hættum bara að kaupa. Þannig að þetta breytist. Nákvæmlega. Þetta er ótrúlega góður punktur. Hún spurði hvort við konur ættum ekki bara hætta að kaupa og fara að selja meira. Já, algjörlega. Ekki spurning. Eru fleiri spurningar úr sal? Já, Sigurður, viltu svara þér? Já, hvað kostar þetta stofna fyrirtæki? Ég er bara ekki alveg viss, sko. En EH-félag er 500 skall er ennþá sem það kostar. Ja, EHF er að læra það ekki. Já, það er verið að breyta lögunum og það gerir þetta ennþá auðvitað. Hvað séru? 130.500. Það býður engin læra úr sal. Síðan held ég, hafa verið hugmyndir að það sé hægt að stofna fyrirtæki bara beint á netinu, eins og þú getur gert í Danmörku og fleiri löndum. Og kannski áður en ég fæ Ragnheiði til þess að svara spurningunum hvort að við konur eigum bara að hætta að kaupa, að þá er vert að minnast á það að stjórnmálaleiðtogarnir okkar ætla líka að gera fjármögnunina aðeins auðveldara. Bjarni Benediktsson kynnti á tækni- og hugverkaþingi fyrir jól að það verða skattalegi hvatar til hlutabréfakaupa, þannig að nú munu fjárfestar, það er hvati fyrir fjárfestar til að taka þátt í að fjárfesta í nýjum hugmyndum og svo er annað tæki sem er skattlægning umbreytanlegra skuldabréfa. Þá mun skattlægningin elta greiðsluflæði, þannig að það myndast ekki skuldir, þannig að það er verið að finna leið til þess að fá fleiri að borðinu. En Ragnheiður, eigum við konur að hætta að kaupa og fara bara að versla? Nei, fara bara að selja. Hætta að kaupa og fara að versla? Já, þetta er svaka spurning. Mér finnst þetta alveg svona cool hugmynd, sko. Það myndi kannski breyti alveg slatta miklu meira heldur en
ég bara myndi breyta heiminum held ég sko, en það það sem ég langa eiginlega samt, þú veist, það kemur kannski ekki nema óbeint inn á þetta, en þú veist, varðandi það hvað konur eiga að vera að gera, að og bara þú veist, ég vil helst bara tala líka bara kalla, þú veist, ég myndi helst vilja sjá sem mesta blöndun, ég myndi vilja sjá miklu meiri sko samvinnu milli listagreinana og tæknigreinana, og ef þið hafið prófað eitthvað tímann að vera í herbergi með mannesku sem er listamaður, að tala við til dæmis eitthvað sem er mjög svona viðskiptafræði menntaður, ég hef til dæmis verið mentor í svona hópi þar sem voru einmitt listamenn og viðskiptafræðingar að vinna saman, og það er bara, það gerist eitthvað rosalega fallegt, fyrst þólaðu ekki hvort annað, það bara á að horfa á þau, þá sér maður bara ok, þetta fólk á ekkert sameiginlegt, sko, ekki neitt, en svo þegar að þau svona neyðast þess að fara að vinna saman og tala hlutina, þá bara gerast rosalega flotti hlutir, og þetta samtal milli verkfræðinga, viðskiptafræðinga, listamanna, tölvunarfræðinga, whatever, að hafa listina með inn í þessu finnst mér alveg fáránlega mikilvægt og getur gefið okkur í Íslandi eitthvað competitive edge sem er kannski ekki annar staðar. Nei, þetta er mjög merkilegt því að mikið af því sem að gerist, stór hluti af starfi framleiðandi hjá CCP er að taka þessar hugmyndir sem verða til inn í teimum, og oft, þú veist, þegar þú farið hugmynd og þú veist, ég er einhvern veginn að segja Elínrós hugmyndir mín og við erum einhvern veginn í sama nærumhverfi og þú veist, við erum einhvern veginn í sömu kreðsu og við tölum sama díalóg, leið og tekur þessar hugmyndir og þú bætir við artista eða einhvern frá marketing eða æðislega taka marketingin, það er frábært eða einhver, þú veist, sem sér sölu, þá verður oft til svo spennandi kontrast og svo spennandi svona einhver núningur og þar verður alveg hugmyndin til, þar verður einhvern veginn þetta gullna moment til. Þannig að allavega alltaf þegar mér er pitchað hugmynd, þá svona það fyrst sem ég geri er að reyna að draga inn fólk úr svona héðan og þaðan úr fyrirtækinu, bara til þess að bánsa hlutunum af, og mér er svona stundum þótt að vera hérna, þú veist, fólk er svona fær hugmynd og þetta er aldrei svona, þú veist, passa hugmyndir mína, ég ætla að segja öllum sem að ég þekkir rosa vel og er í sama liði og ég, einhvern veginn hugmyndinu, og hún verður bara svona meira því sama, svona fólk á ekki að vera hrætt við að svona bánsa og prófa, og því að versta sem getur gerst er að hún breytist. Líka svo áhugavert að þegar þú talar að vera í ólíkum hópa, því að þú ert með mikið með fólki sem er eins og þú, þá ert ekki að segja neitt nýtt. Svo getur þú nálgast hópa sem eru jafnvel sko, þú veist, hérna konur hér inni, eða þið ímyndið ykkur sjáu stóra strákahópa með ykkur góða viðskiptumynd, línið inn, þú veist, spyrjið hérna spurninga og svona, því að ég hef tekið eftir í ótrúlega flottum fyrirtækjum þar sem eru kannski bara kallmenn og ég kem með eitthvað ótrúlega einfalda staðhæfingu og þeir eru bara, Elrós, þú er snillingur, og ég bara, það, þú veist, ég heyri það ekkert í kringum mig alltaf, sko, þannig að, þú veist, stundum það maður, þú veist, ég held að stundum það maður bara bjóða sér velkomin líka, held ég, hvað sé, hérna, Erla, eða er eitthvað með góða spurningu? Já. 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 Mjög góð spurning. Já. Já. Hún spyr sem sagt hvernig hún getur fengið aðstoð við ef hún er búin að leggja fram viðskiptahugmynd við að bæta hana. Mér langar aðeins að spyrja þig til þess að veita hvernig er best að svara hvað ertu að tala um að þú hefur lagt það fyrir Tækniþróunarsjóð eða áður hjá Gulllegginu? Eða öðrum stöðum? Öðrum stöðum, ok. Hérna, viltu? Já, sækjum við Gullleggið. Algjörlega, byrja á því. Og líka kannski að því þið voru í Gulllegginu, segðu okkur hvað gerist þar, þetta ferli? Það er náttúrulega ótrúlega flott starf sem að fer fram í Gulllegginu og þar
bara leið og sækir og þá hefur aðgang að allskyns vinnustofum sem eru einmitt að hjálpa þér að búa til viðskiptaáætlun. Þannig að það óbúslega mikilvægt og síðan ef þú kemst í innan tíman og hópa þá færðu náttúrulega ómetanlegt feedback bæði frá fólki innan geirans, frá fjárfestum og öðrum til þess að hjálpa þér að móta hugmyndina þína áfram. Þú færð líka svona svolítið aðhald, þetta ákveðið spark í rassinn fyrir mann því að maður þarf að klára hugmyndina sína fyrir eitthvað tilsettan tíma þannig að maður geti kynnt hana þannig að sé allavega komin ákveðið langt. Þannig að ég myndi mæla 100% með gulllegginu fyrir þig. Líka aðeins til þess að bæta við að það oft bara mjög mikið kompliment ef að enginn skilur hugmyndunum hans strax og kannski þá bara ný sko. Þannig að en kannski einhver tíma alltaf að sleppa tökunum en bara sko, alls ekki nærði strax. En erum við með fleiri spurningar? Já, þú átt að fá mjög góða aðstoð hér. Þannig að endilega legðu umsóknin inn til Gull-X-ins. En það var spurning hér aðeins aftar í salnum. Já. Ég held því mér verði að taka þessa spurningu sjálf og svara henni, hafandi mistekist og allt það. En hún spyr hvort að við konur getum verið viðkvæmari fyrir því að mistekast heldur karlum og jafnvel hvort að samfélagi láta það bitna meira á konum heldur karlum. Hafandi mistekist sjálf, þá skal ég svara þessu og ég vona að þið konur bara gangi með þessa hugmynd sem ég ætla að gefa ykkur áfram. Það enginn sem skilgreinir ykkur nema þið sjálfar. Og bendiði mér á eina manneskjunni inni sem hefur ekki mistekist. Og það ótrúlega erfitt ofta að segja skili við viðskiptahugmynd sem eins og barnið þitt og hún gengur ekki upp. En hins vegar að kvöldi þegar þú leggst á koddaðinn og sér kannski nafnið þitt út allt í fjölmiðlum að þér hafi mistekist eða jafnvel að þú sér gjaldþrota því að fyrirtækið þitt heitir sama nafni og þú, þá kemur aldrei svo tilfinning í huga frumkvöðls að hann hefði viljað sleppa þessu. Af því það sem þú lærir kennir engin skóli þér, engin vinur, engin sem þú þekkir. Þetta rosalega hörð reynsla en þú vex. Og það sem gerist líka að þú færð vinnu eftir þetta og getur nýtt þér allt sem þú lærðir. Og til dæmis ég sem sé hagsmunagæslu ýmissa iðnaða, þú getur ímyndaðir með hvaða viðhorf ég sit hjá stjórnvöldum þegar ég að biðja breytingar á einhverju sem líf og dauði fyrir næsta fyrirtæki. Ég sit þar ekki með einhverja reynslu á 30 árum inn á skrifstofu og veit ekki hvað það að mistakast. Þú veist, ég sit þar og brenn fyrir hina til þess að þeim mistakist ekki. Þannig að það enginn að skilgreina ykkur nema þið. Takk fyrir það. Ég kann að meta það. Takk. Erum við með fleiri svona erfiða spurningar og svo? Já, nákvæmlega. Hver ætlar að svara þessari spurningu? Já, við þurfum kannski líka bara að já, þurfum við ekki svona einhvern veginn að breyta hugafærinu og svona leyfa já, kannski breyta spurningum pínlítið, einhvern veginn breyta hvernig og leyfa okkur svona kannski embracea það að feila eða svona mistakast og það eitthvað sem að ég allavega rosalega hrifinn af og ég vil helst að fólk feili sem fyrst. Þú veist, ég vil helst að fólk feili á degi nr. 2 ára við þurfum að skrifa upp ógeðslega mikið peningum
að þau voru eitt í ykkur vitleysu. Ég tók þátt í verkefni sem að feila eftir 7 ár og það kostaði ógeðslega miklu peninga og það var ógeðslega erfið feiljur og ég held að af 100 manna teiminu sem var sagt upp þá held ég enginn hafi sofið í svona 3 nætur, part og því vorum full, part og því vorum grátandi en út frá þessu liði þá held ég voru allir komið vinnu innan árs og þetta eru allt rockstjörnur í dag sko. Þú veist, þannig að feil alveg frábær hlutur og við höfum alls ekki verið hrædd við það og hvort sem að við séum Íslendingar eða ekki eða konur eða kallar eða unga eða gömul. Og líka til að taka þetta aðeins áfram, stundum líka bara skilur fólk ekkert hvað það að gera og þá lítur það á það sem þú ert að gera feiljur. Ég meina, ég man alveg eftir að hafa lesið CCP í fjölmiðlum fyrir áramót, þar sem var að tala of stór fiskur í lítilli tjörn og alls konar og það vissi bara enginn hvað þeir voru að gera. Það sem þeir voru að gera voru að þeir voru að koma sér í fremstu röð í sýndarveruleika og ég veit að Hilma Veigar hugsaði bara who cares, það er enginn að skilja mig, það er allir eftir að skilja mig þegar ég næ markmiðunum mínum og það er svolítið svona, ég veit að ef við værim í New York þá væri við örugglega miklu meira bara who cares og við höfum bara að fara að segja þetta, bara skiptir ekki máli, bara við ætlum að gera þetta bara. Þú ætlaði kannski að segja þetta líka, Helga, en fyrir okkur sem fjárfesta, okkur sjóðir, þá skiptir það, þetta er bara reynsla, þetta er bara komið með aukna reynslu, það að þið eitthvað verkefni sem þið hafi verið í, hafi ekki gengið upp, það rauninni skiptir ekki máli, eða rauninni skiptir kannski því máli að þið eru með aukna reynslu. Ég held líka, ég ætlaði bara að bæta við sem fjárfestir, þá erum við alltaf horfum við bara á hvert verkefni sem tilraun og annarkvort fara það jákvæða niðurstöðu eða neikvæða niðurstöðu og ég held að þegar maður talar um mistök, einu mistökun er að gera ekki neitt. Ég meina, við höfum farið í gegnum margar neikvæða tilraunir og það er hægt að fá neikvæða niðurstöðu á góðan hátt og ég held að þetta gengur allt út á áhættustýringu og við sem fjárfestingarsjóður, við oft nögum okkur í handabækki, við gerum þetta og við gerum hitt en einu mistökin sem við gerum sem fjárfestingarsjóður er að fjárfesta aldrei því þá myndum við aldrei hagnast heldur og ég held fyrir frumkvöðla, eina sem frumkvöðla gera rangt er að gera ekki neitt eða vera varkári, þá að taka áhættu og þá bara læra að stýra áhættunni og sem ég segi, það er þú veist, ég horfi ekki á Ellu sem mistök, mér fannst æðist þetta vesli í Ellu, mér fannst það var óbúslega fallið föt og mér vantar ennþá kápu sem ég tímdi ekki að kaupa einhvern tímann. En það er líka ótrúlega áhugavert að átta okkur á því hvernig við erum sem samfélag, ég meina án þess að ætla að fara eitthvað að tala fyrir tísku og hönnun hér, þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að við erum með ferðaiðnað og lægra virðisaukaskattsþrepi sem er náttúrulega mjög frábær. Við erum ekki með íslensku hönnun og framleiðslu á lægra virðisaukaskattsþrepi þannig að kannski er umhverfið líka, við getum alltaf verið að breyta því og bæta. En Ragnheiður, þú ert með einhverja skemmtilega Ég ætla ekki að tala um mistök. Ég ætla bara að segja það að mér finnst að því vorum að tala um mistökin að Ós var til dæmis talað um sem mistök út um allt, það var bara út um allt talað um það og bara startuppi sem feilaði og lalala, en spin-offi sem hefur orðið út úr því er bara gigantískt, þú veist, CCP hefði kannski ekki orðið til eða hugsmiðan eða hvað það er, skiljið, þannig að úr þessu var það ofboðsleg þekking sem dreifist út um allt og úr var það, ég veit ekki, ég held að séu tugir fyrirtækja sem hafa komið út úr þessu, en mér langar svolítið að tala líka um það að þú veist, það er svona fjárhagsleg valdefling að eiga eigið fyrirtæki og vera að vinna fyrir sig sjálfan af því að það er bara einhvern veginn, það er allt annað system heldur en að vera að vinna fyrir aðra og ég myndi vilja sjá konur taka svolítið þessa fjárhagslegu valdeflingu, þú veist, fara að stað af því að þú veist, það getur bara ekki passa þegar við erum 52% af mannkyninu að aðeins 7% af auðæfunum sé í okkar höndum. Það er það sem OECD segir okkur og við erum bara að breyta þessu og ef Ísland er ekki staðurinn þá er engin staður sko, það er bara svoleiðis. Þannig að fjárhagsleg valdefling algjörlega og líka það þegar þú ert að stýra einn fyrirtæki þá stýrur þínu einn tíma og þú veist það er alls konar benefit sem kemur út úr því. Þannig að konur er ekkert að hrædda við þetta er bara, það getur alveg stýrt, þær eru að stýra sem millistjórnendur í öðrum fyrirtækjum, það getur alveg stýrt
sem millistjórnendur eða aðalstjórnendur í sínu eigin. Þannig að ég sé bara ekki munin og það er bara að hoppa aðeins út fyrir og fara að skoða hugmyndir. Mjög góða punktur. Við erum líka með eina mjög skemmtilega tilkynningu að sem sagt, við erum með þetta ákall til kvenna og karla að atvinnu þáttaka kvenna í nýsköpunum verði meiri. Við erum líka með þá tilkynningu að Gullleggi ætlar að sjá til þess að rýninefndin með hugmyndir, allar þeir sem að senda inn það verður fjölbreytileiki þar og konur 50% og samanskapi í dómnefnd vegna þess að við viljum heldur ekki að það sé einsleitur hópur að dæma verkefnin og það sé alltaf verið að setja konur á námskeið. Kenna þær í hinu og þessu, við kunnum þetta alveg. Við þurfum bara að passa að það sé engin kerfisvillan einstar og ég bara held að við ættum bara að klappa fyrir Gulllegginu, fyrir þetta hugrekki að vera bara að taka ábyrgð og passa upp á fjölbreytileikann. En nú er 1 mínúta eftir í lokin og það er kannski spurningum að tökum eina spurningu í viðbót og förum svo að halda áfram að vinna og breyta heiminum. Já. Já, rosalega góð ábending og við þurfum að standa líka saman bara sem samfélag að bara, þú veist, við ætlum ekki að vera að rýna í það að konur sé að vinna rosalega mikið og hafa eitthvað skoðanir á þínum bara sem rannsókn segja. Rannsókn segja bara börnin okkar vinnandi kvenna eru bara ansi flott. Við bara styðjum það, eða ekki? Já, það kom hérna fín ábending frá, fyrir ekki hvað heitir, Katrínu, að við samfélagi allt þurfum að passa okkur hvernig við lítum á vinnandi konur. Að við dæmum þær ekki þó að þær séu að reka fyrirtæki og svo með kannski hugmynd sem þær eru að vinna á hliðarlínuna, að þær séu duglega mæður líka. Við sem samfélag pössum upp á það að gera bara jafna kröfu til beggja kynja, var það ekki inntækið? Já. Og ég bara þakka fyrir þessa samveru og þennan áhuga sem að þið hafið gefið okkur, bæði hellingur af flottum konum og körlum hér í salnum og ég vona við förum bara ríkari og meira teymi heim eftir þennan dag. Takk. Já, það eru smá veitingar frammi síðan, bara takk ykkur kærlega fyrir komuna og ég ætla að minna ykkur líka á að umsóknarfrestur í Gullleggi er 20. janúar og það er bara skammur tími til að leggja til allu og bara skrá sig í kemna. Takk fyrir.